velkomin í beina útsendingu á leik Keflavíkur og Aftureldingar í innkastadeild karla. Það er fjórða umferð að fara í ganginn, þriðja umferð að fara fram hérna í kvöld og byrjunarlið Keflavíkur er svohljóðandi að Sindri Kristinn Ólafsson er í markinu, Anton Freyr Hauks Gunnlaugsson er í bakverðinum og Ísak Óli Ólafsson er miðvörður og fyrirlið Keflavíkur. Svo er Adolf Biteko og Adam Árni Róbertsson, Adam Ægir Pálsson, Magnús Þór Magnússon, Dagur Ingi Valsson, Sindri Þór Guðmundsson, Rúnar Þór Sigurgeirsson og Ingimundur Aron Guðnason. Á bekk Keflavíkur er Þröstur Ingi Smárasson, varamarkvörður, Davíð Snær Jóhannsson, Hreggviður Hermansson, Cesari Viktor Rovits eitthvað, ég er ekki alveg með nafn hans á hreinu, Elton Barros, Jóhann Þór Arnarsson og Tómas Óskarsson. Þjálfari Keflavíkur er Eysteinn Húni Hauksson og aðstoðarþjálfari hans er Ómar Jóhannsson. Míla Stefán Jankovits er líka aðstoðarmaður hans og liðið Aftureldingar er svo hljóðandi að Trausti Sigurbjörnsson er í markinu. Svo aðri leikmenn eru Sigurður Kristján Friðriksson, Lúvík Mbang Ondo er fyrirliði Aftureldingar, Ásgeir Örn Arnórsson, Kristján Atli Martinsson, Andri Freyr Jónasson, Janus Daði Svanþórsson og svo er annar leikmaður sem heitir Djordje Panik, ég er ekki alveg með framburðar hreinu, Alexander Aron Davarsson, Andri Már Hermansson og Georg Bjarnarfarsson. Varamannabekkur Aftureldingar er Kristján Þór Brandsson, varamarkvörður, Róbert Orri Þorkelsson, Jökull Jörvar Þórhallsson, Skúli Kristjánsson Sigurs, Tryggvi Magnússon og svo er Esteve Torrents og Valgeir Árni Svansson. Þjálfari þeirra er Arnar Hallsson, Magnús Már Einarsson, aðstoðarþjálfari og dómararnir eru ekki að vera endanum, það eru þeir Guðmundur Ársæll Guðmundsson með dómaraflutuna og aðstoðardómararnir hans eru Ragnar Þór Bender og Sævar Sigurðsson. Og eftirlitsmaður er Jón Magnús Guðjónsson. Það eru rúmar 7 mínútur til leiks, svo spennið beltin. 13 mínútur, ég biðst afsökunar.
Ok, ég tengdur það? Ok. Jæja, við erum komin í loftið. Og leikmenn eru í það myndi að fara að binna á. Verið velkomin á nettovöllin á leik Keflavíkur og Aftureldingar. Við munum velja mann leiksins í lok leiks og munum handa gjafir í blá láni fyrir 2 og út að borða á Keri Vestfjörðum. Byrjum á liði gestanna. Númer 30 Trausti Sigurbjörnsson, 4 Sigurður Kristján Friðriksson, 5 Lauk Cedric, 6 Ásgeir Örn, 8 Kristján Atli, 9 Arnur Freyr, 10 Jason Davíð, 18 Georgi Pjánik, 22 Alexander Aron, 23 Andri Már og 25 Georg Bjarnason. Varamenn eru Tristan, Róbert, Jökull, Skúli, Tryggvi, Stíf, Valgeir. Þjálfari liðsins Arnar Hallsson og aðstoðarþjálfari Magnús Már Einarsson. Lið Keflvíkinga númer 1 Sindri Kristinn Ólafsson, númer 2 Anton Freyr Hauksson, númer 4 Ísak Óli Ólafsson, númer 6 Adolf, númer 9 Adam Árni Róbertsson, númer 11 Adam Ægir Pálsson, númer 13 Magnús Þór Magnússon og 14 Dagur Ingi Valsson, 16 Sindri Þór Guðmundsson, 24 Rúnar Þór Sigurgeirsson, 28 Ingimundur Aron Guðmundsson. Varamenn Keflavíkur eru Þröstur, Davíð Snær, Hreggviður, Cesari, Elton, Jóhann Þór og Tómas. Þjálfari liðsins Eysteinn Húni og aðstoðarþjálfari Ómar Jónsson og Mílan Stefán Jónkovits. Strætið þín eins og fólkunningja og æskufélaga svo það margt breytt bóta yfir leik ég í börnunum í gömlu húsunum og það minninga vakna á þessum stað svo glöður æfið þau lýsa upp mitt í hvert seinum heiminn fer inn í byrgin hér svo tegum tíman þá og ég þekk þína strá en ég Lágvæðið svo hvernig og við alltaf síðan í Reykjavík og Svörðurum. Við vorum gaman áfram. Og Keflvíkingar byrjast og hefja spil. Og Ísak Óli fyrir Keflavíkur með boltann og sendir hann á Anton Frey og fær með boltann og kemur boltanum fram við og það sem hann
fyrir afturlendingar og Ingolfi baka og markinu Hauka og Keflavíkingar. Og það komið í gegn. Hvað er það að gera núna? Sendingin fyrir og þeir koma sér með fyrir þetta. En þeir taka boltan aftur. Og aftur kemur og setja boltan fyrir og afturlendingar frá. Vel gert hjá liðsmann Afturlendingar og boltan aftur fyrir hér. Keflavík á vinstri og þeir koma boltan inn og kemur Adamægi Pálsson aftur. Hvað er það að gera? Sendir boltan aftur baka og fyrirgefur kemur heim og Andersson sparkar frá og dómarinn dæmir á Keflavík. Árleiksson og liðsmann að kynna stöðu og koma liðsmann Afturlendingar. Þeir byrja að vera nálgast lífinu. Ekki ykkur að miklu og þeir eru nokkuð ekkert að flýta sér. Og Randó hefur spilað hérna áður í og Grindavík og hann hefur mikla reynslu í þetta lið og vonandi að það stýri miklu og þá koma þeir upp. Og það er Kristján Atli og boltinn er kominn á 4 hraði ís. Hann hafði kominn að Sigurðsson Lýðarsson og þeir eru eitthvað ekkert mikið að flýta sér á markum Keflavíkur. Bara að gera og Keflavík koma sér í boltan og drífa sér fram við. En Afturlending pressar vel á og kemur boltanum og rúlar boltan aftur. Náttúrulega sér í press á varnan Afturlendingar og þeir eru ekki mikið að flýta sér og það kemur í gangi og Ísak Óli skýlir boltan á Afturlendingu. Endar með okkur á markspyrnu. Og verður það Sindri Ólafsson var markað Keflavíkur kemur úr meðstæðleiknum. Áður sótt Afturlendingar var stopp við þægingu. Hann kemur sinni fyrst með markspyrnu hérna. Og þeir vinna boltan og koma svona að andarvarni að gera. Og hann kemur norður upp. Og Sindri Þór kemur núna. Hvað er að gera? Sendir tilbaka á Afturlendingar. Sindri Þór. Aftur fyrir Afturlendingar. Sending hans er Afturlendingar en þeir vinna boltan strax aftur. Þeir Keflavík að gera núna. Þeir eru að koma við borð og skotið sem er ekki komið og þeir eru fram með markinu. Vissi komið og það er fram með marki Afturlendingar. Hefur sína hægri byggingu. Og það kemur boltinn til að gema þessi 4 enda hjá Adamægi. Það er ekki að vinna að fá aukarsynni en þeir fá bara einn kast og Ísak Óli kemur inn eins og eldingu og finnur Adamægi. Hvað þarf að gera? Leikur á það og boltinn er á Sindri kemur með honum og hann sendir fyrir og það er í kast.
Keflavík alveg nýtt áræðið þessar fyrstu mínútur leiksins og dómarinn ekki alveg sátt með leikmenn afturlega sem ekki að reyna að brjóta. Allt í með Íslands að frekar langt og það opnar ekki og skotið yfir mark Keflavíkur og það var Ísak Óli síðustlega. Þetta yfir og kemur mótinn. Kemur að reyna að baka stöðu sig á markið og áspilningin yfir. Þeir skera boltan strax. Keflavíkur miklu ákveðið fyrstu mínúturnar og annað koma þær og kemur sending fyrir og þeir skapta frá og miklu ákveðnari fyrstu mínúturnar en sendingin og hann rangstæður. Dómarinn alltaf reyðir fyrstu mínúturnar. Trausti Sigurðsson máttur afturlega spilur bátt á fyrir. Afturlega kemur með sendingu og hvað ætlar hann að gera? Hann skýlir bóttan frá vatninu og hann dettur og hann fær aukaspyrnu. Senda bak Ísak. Núna sem Sigurðsson hefur skorað fyrstundum Keflavíkur. Hann er fram og magna og hefur verið bara nokkuð góður þessi ungi leikmaður. Það sem Sindri og Sindri kemur fyrirgjöra og þeir skalla aftur frá. Anton Rúnar Þór, hvað gera það núna? Og hann fyrirgjöra skot og það fer aftur fyrir þetta. Þessi segir að Keflavíkur miklu áræðnar sem út á hópa leiknum og þeir eru með 6 stig afturhentur með 3 stig eftir 2 umferðir og það var spurning hvað verður hér. Það kom afturhentur. Með sendingu að þeir eru að spila boltan sína miklu og það kemur leikmann 6 sem Ásgeir Örn Arnórsson en sending hans alls ekki góð og Keflavíkur komast á milli. Þeir fá aftur og aftur boltan komið Keflavíkur og beita Sindri sem varin að Keflavíkur sem startur í síðustu og það var aftur þeir eru vandan að senda baka á Marsinsson og hann spilur frá. Hann lyftir öðrinu Keflavíkur og fínir sem skilur þig. Það kemur Rúnar Þór Sigurðsson. Sendi boltan fyrir markið og hitt ekki og tókir boltinn og sendingin fyrst og þeir bjarga og það inni. Keflavíkur komið yfir og ég sá ekki það er Adam Árni Rómarsson sem kemur Keflavíkur yfir. Þeir eru komnir yfir eftir Darata skilur boltan fyrir innan Keflavíkur og það er Adam Árni Rómarsson sem kemur Keflavíkur yfir eftir rúmar 5 mínútna leik. Keflavíkur 1, aftur Elding 0. Mark Keflavíkur skorar leikmann nr. 9 Adam Árni Rómarsson. Frábært mark Keflavíkur. Fylgja eftir og þetta er 10 mínútna leik í fyrsta samsökunum.
Og þá koma leikmenn afturhendingar og freista þess að jafna stöðuna en þeir bera ekki árangur sem skildi á þessar mínúturnar og þeir fá aukaspyrnur. Kröfur eftir leikmenn í Keflavíkur. Og þeir koma upp kantinn og eitthvað óákveðið það að gera og þeir ná boltanum fyrir en það hreint sækjur af Keflavíkur. Og þetta nógu góð. Og sendingin hjá hann fín en Keflavíkur vilja boltanum aftur og aftur í nærmum aftur, vel gert. Og þeir ætla að þeir komu upp aftur og boltinn kominn að Janus Daði að gera hann hörfa bara og Keflavíkur sér á boltanum. Þeir koma aftur upp kantinn. Sendingin á Adam Árna sem finnur Adolf, það gerir Adolf. Hann skotið og það framhjá markinu. Loksóttu Keflavíkur sem hafa verið áræðilegir þessar fyrstu mínútur. Bakvækinn aftur núna. Kemur á bolta sem kemur allar yfir á kantinn hinum megin og sendingin fyrir en hún hreinsuð í hopp. Ég sé ekki fyrir hana en hún tekur stutt og þá kemur sendingin inn og hún endar í öruggum fasi seinnipartsins. Hún kemur boltanum strax út. Og hvað gerir Keflavíkur? Adam Ægir sendur hún út. Sendingin kemur og hún kemur út og tegur skotið fyrir varnarmann. Glæsileg dögn af Keflavíkur sem þetta aðslítið ykkur. Og boltinn fyrir aftur Kristinn Ólafsson og sem sparkar boltanum út á, fyrir af Sindótt og út á. Og aftur hefur aftur svo. Þeir eru að byggja þeir sitt upp þar svo ofar og þeir eru þeir sem bera ómikla virðingu leikmenn Keflavíkur. Sorry. Og þeir koma og ætla að reyna að komast upp kantinn og þeir koma að missa þið og reyna að byggja upp. Svo sendingin kemur að þeim og inn á tegin og þeir skarta boltann í loftið en Keflavíkur það er hoppstuna, það ber af Keflvíkingum og aftur hendavart og þeir taka hoppstunni nær hliðarlínunni. Taka hoppstunna, þeir taka margt og stjórn á sem gera það með sínum áreikning sem var á. En þeir inn á tegin. Hvað gera hann núna? Settir einn í varnum, hann kýlar hann frá og þeir með segðurfyrstu. Það gera hann. Keflavíkur eru í áleiklu afturlíka með boltann og síðan daginn áfram. Og þeir halda áfram en boltinn fer aftur út til línu.
afturrelding leikmennir eru að fá að koma þarna boltinn aftur og þurfa að fá sitt þriðjungskast. Og þeir hafa verið að spila nokkuð þægilega á kantinn. Og Keflvíkingar þeir eru skot og hoppi beint á Sigurðsson sem ekki neinu vandræði með boltaafturreldingar hann hingað til. Og gaman að sjá það líka að Keflvíkingar eru búin að leikurinn hefur eitthvað rós þessar viðurnar og það er að fannig við þarflega brúnur á þessi leik og Keflvíkingar hafa bara byrjað sælilega að nokkuð vel þennan leik og þá kemur setningin og Ísak Óli nær boltanum setti beint á Sigurðsson bróður sinn og hann kemur spyrnuna og afturreldingar maður farin í sig og þeir halda boltanum. Keflvíkingar eru bara nokkuð öðgir með sig þessum viðurnar. Þetta hoppaði í réttinni. Keflvíkingar eru bara þéttir tilbaka og passa að steypa afturreldingar ekki í neina sóknir og þeir hörfa bara tilbaka og reyna að passa það að Keflvíkingar ekki í stímsvörn aftur. Þeir eru að verða á klásinu og þetta er að gera einn tækling og það er Adolf sem fennir fjarnar og koma með auðvitað. Og Adam Ægir kemur með hann á boltanum aftur fyrir og hann kemur Rúnar Þór og hann hefur sendinguna á aftur Bjargari Hall og hann kemur hérna í þeirri á hotspinnum sem Adam Ægir tekur. Spurning hvað býður þetta fyrir hotspinnum. Spinnan. Og hún inn í teginum afturrelding með boltan á þeim salur. Og Keflvíkingar berjast vel og Lewis Ondor. Keflvíkingar býða aftur báðar og afturrelding kemur upp kantinn eða kemur í sókn og þeir halda sig aftur á brotnaðri Keflavíkur til að finna glöður sem líka að þeir eru aftur þægilega með afturreldingu og það er lítið og Sigurður en svo kemur hálfkvætti en það er bara aftur höfðan. Þú veist tíma? Já. Tæplega 20 minnir búin á þessum leik og Sami Keflavík 1 og afturrelding 0 og Keflavík hefur verið nokkuð. Þú opna höndina. Svona já. Hann gefur setningu og hlaupar boltanum og afturreldingur undan boltanum og Trausti Sigurðsson sparkar boltanum. Brúðar aftur í Berglas en hann dæmir innkast fyrir Keflavík. Sjálfsagt gerði sama en þeir ná
ná bóttanum með aftur rauninni kjöpnýttum með nokkur. Ekki Adó. Gefum við Ísa Þóra. Og Vilhelm bóttanum. Og nú kemur Rúnar Þór. Hann með setjumina að tegin og afturreyning að fyrir aðeins og aftur fyrir þetta verður með afturreyna. Hópsvinnan að marki afturreyningar frá Kjöpnýttinni og þau breytast að bæta stöðuna. Samtidig Kjöpnýttingar á hópsvinnan. Hún er afturreyna að örgum höfður hversu fyrir svona. Kastar bóttan strax og þá kom afturreyningar í Sasó. Þeir róa aftur niður og byrja byggja upp. Það er ekki Arnir sem nokkuð hugmynd. Og höfum bóttin og þeir ná saman að láta bóttin og það er bara alveg stopp. Þetta er bara nokkuð endabiti á leikmöndinni og sem við með og sem við næri ekki haldina leikmöndinni að það er verið að eins og afturreyning hjá Kjöpnýttingar halda persónu í höfðuöfnum og þeir reyna að safna til að halda bóttan sinna innan sinna raða og Kjöpnýttingar bóttan en Ísa Þóri skarta bóttan frá það Kjöpnýttingar það voru komið inn í þessa stöndum Fjöpnýttingar sem gekk í skilfríu og trösti kemur bóttan og það nú þrír aðrir leikir í kastleik karla í kvöld og sem hófst saman þessi og Víkingur Óvar var með Þrótt í Reykjavík og það er ennþá 0-0 í Leiknis og Njarðvík. Það er spurning hvað kemur þessu sem Kjöpnýttingur. Og afturreyning kemur í sóknum og þetta eru Kjöpnýttingar. Og þeir sparka bóttan og það er alltaf þeir eru komin og virtist leikmaður afturreyningar og neitt fyrir stíkum það kannski þetta ná sér og ég heldur því sem kemur sendingin og þetta er skalla frá leiknum Keflavíkur sem eru vandi í varnarleiknum. Hvað getur núna? Þeir koma, þeir reyna að fara þegin. Sendingin fyrir og þetta er þeir sem fór frá leiknum sem ná ekki að halda bóttanum. Fín sókn á leiknum sem fá innkast á bóttanum Keflavíkur. Og þá hér inn að hornspyrnu.
Sindri Kristinn Ólafsson. Það virðist sjá brúnið á honum og hann liggur hér og vonandi slæm sem þetta. Það virðist að vera lent. Virðist þessi góða lagi. Virðist lagi aukaspyrnu. Keflavíkur, hann ræður boltann en það eins og það gefur Magnússon Keflavíkur, Adam horfið og sendingin ekki mjög góð og hver aftur eða út í hliðinni. Aftur liðið hefur verið að rassa síðustu og hafa opnað það. Ægir nær boltanum og sá Sindri Þór Guðmundsson kemur upp með sendinguna en þetta ekki góð sending og enda það Rúnar Þór sem Ægir með sendinguna og þeir fá boltan Ægir Árni Guðmundsson og það brot á leiknum. Hausinn utan gluggann, það bergmálar dálítið. Og þeir kemur sókn og boltan bara verður til leiknum og boltin hjá Ásgeiri núna og Kristján Atli og Sigurður Kristjánsson. Það brotið á leiknum. Jaka uppurna strax og hann áður að þjálfa Keflavík og náði jöfnunarmarkinu. Ándóf og Ásgeir kom boltan fram en Álaug var til sókn á afturningu sem verður að beint í hendan á Sindra Kristínu og Ísak Óli. Það kemur boltan upp og Adam Ægir, Adolf, kemur Sindri Kristínu og þá ráðast Keflvíkingar á eins og Járnbrautarlest og hann kemur með skotan Adolf sem er beint út af götunni og spilnir er ekki margir bílar sem fyrir og Trausti Sigurðsson þýtti aldrei niður á hann og dómarinn dæmir kast. Nei, það er kast með Keflavík. Þeir hafa misst boltann út og nýtti dómarinn var hérna fyrir umhverfisins. Byrjaði að sækja og kemur Adam Ægir. Hann heldur boltanum og Rúnar og Afturvíkingar leikmennirnir reyna að pressa boltan að þeim og þá komar Rúnar Keflavík. Hvað gera þeir núna? Þeir eru boltan
komum upp að vítateig Keflavíkur, sendir aftur út og þeir eru með sendina á Sindri nær aftur bolta sem bolti sigtur aftur Reykjavík og þetta bara markspila af Valur Keflavíkur. Keflavíkur hafa ákveðið skjöldur á leikmennum sínum að leikmenn áttarverðu. Þetta er ekki komin í alvarlega af markmannkjöfum til þess að og kemur markmannsspil nokkuð fín og þá koma afturleikmenn að vinna strax aftur og flott tækling hjá honum Antoni Frey, boltinn á markmannsskora Adam og Trausti heldur boltanum eftir vonda sending frá Otto og það er brotið af honum Adam var okkur sinni við hornfánum og Keflavíkingar fá aukaspyrnu og þá bara Saka kemur út úr aukaspyrnu sem er rétt við hornfánum, rétt við hornfánum og boltinn er spyrnt fyrir gefur skalli og það er 2-0 fyrir Keflavík, þeir eru komnir í 2-0 og það er Adam Árni aftur, frábær skalli og þeir eru komnir í 2-0, frábær aukaspyrna og beint á kollina Adam Árna sem kemur boltanum, kemur Keflavík í 2-0. Þetta er frábær skalli, fastur skalli í hornið fjær og Keflavík 2, Afturelding 0. Á 30. og annarri mínútu kemur þetta mark. Afturelding hefur verið að sækja í sig veðrið undanfarnar mínútur og eru komnir inn í 2-0. Aftureldingar hafa verið á hóta jafnamarkinu, þá komu Keflvíkingar og setja annað markið í afturdagann. Vel gert hjá Adam Árna. Og þá kom Keflvíkingar aftur. Róa þetta bara niður, setja Kristin. Hvað gerir hann? Hann spyrnir að Rúnari Þór. En hann brjálur sjálfan sig. Hann var ekki sátt þessa mótvíu á sér. Má að vera það drengurinn. Það var frábær mennið í Keflavíkur sem kemur minna og Keflvíkingar skalla innkast og hvernig svarar Afturelding þessu marki. Og það kemur innkastið. Og þeir sýna boltamögnum og Keflvíkingar finnur að koma á markinu. Hvað gerir Adam Þór? Hann nær honum vel gert. Þeir eru 2 á 3, nei 3 á 4. Hvað gerist núna? Keflvíkingar koma þessu einbriðum kantinn og ná sendingur fyrir markið en þetta er ekki góð sending og hún sett í innkast Keflavíkur. Leikurinn aðeins að færast í smá meira fjör og spurning hvort það afturinn á að svara markið fyrir hálfleik. Það verður virkilega sterkt. Og boltinn virðist eitthvað ekki vera að færast með leiknum en og spurningum kemur úr þessi öfnumdag. Aftur til langt innkast og það endar í gangi Trausti Sigurðsson sem neglur honum fram. Hann nennir ekki að vera 2-0 fyrir hennar. Og samræðis að þá voru boltanum. En þetta er ekki góð sending. Beint á Adam Ægi sem reynir að snúa nær því að skema fram að Antoni Frey og Keflvíkingar í smá örnum ákvæmum að losa Otto frá Aftureldingar og spyrnir langt. En þetta er bara beint á Keflavík sem rópar leikinn og reynir að færa boltann í sóknina og þeir eru að reyna að halda vel boltanum og þeir gera það vel. Það er spurning hvað kemur úr þessum frá. Það er tæplega 10 mínútur til hálfleiks og það hefur verið flottur fyrir
Rúnar Þór tekur boltann, gerir það vel, leggur svo af stað. Leikur sér að leikmann Aftureldingar, hann kominn, hvað gerir hann? Hann kemur upp að því og setur henni í stöngina! Þetta var flott sókn hjá ungasáknum, Rúnar Þór Sigurðsson leggir þetta samt á milli, kæru áhorfendur. Og Aftureldingar kannski Keflavík að reyna að feysa þess að vinna boltann aftur. Frábær sprett frá Rúnar Þór. Og þá kemur Adam Ægir og með skot og það rétt yfir markið og fyrir Bengt úr skiptið. Og hvað gerir svona Keflavíkar pressa hátt þessa sveitina og þar skila sig vel og setur Trausta í alls konar vandamál, hann leysir vel úr því og spurning og Keflavíkar vinna boltann bara. Keflavíkar mjög góð þessa stundina og Aftureldingar vinna boltann aftur. Hvað gera það núna? Þeir eru nauðsynlega að þurfa bara. Hvað gera núna? Hann í skotfæri og þetta bara æfingarbolt við systemastinn sem þarf ekki að vera neitt fyrir hlutunum en að þennan fyrir hlutunum. Og Aftureldingar vinna boltann aftur, Klauður aftur Keflavíkur og hann kemur skot en hann hittir ekki boltann. Hvað gerir markaskorarinn núna? Hann missir boltann út af og Aftureldingar fær innkast. Kemur Aftureldingar aftur í sókn og þetta var bara að kappa sig grimmilega og Keflavík að fá boltann í hálfuna og leikurinn á jafnaðarinn og Keflavíkar og öllu og fyrir í baki og það er auðvitað þetta hálfur dómur hjá Guðmundur Ástaleik sem við dæmt þennan leik bara fríðilega, leyftum okkur fljóta vel og er ekkert að dæma og óþarfa dæma hérna. Það er þetta sem tekið upp í stað, ég skil það vel. Góðu jafnvægisleikur og spurning hvað gerist þessa hlutina. Það er hornspinna, síðan boltinn kominn inn hennar teig eftir markinu og þá getur Keflavík núna og Trausti grípur hérna boltann. Það er góður bolti hjá honum, gott grip hjá og setur Þór skakkaboltann en engum boltinn mönnum sinn teig og það kemur Adolf, hann kemur, leggur á sprettinn og kemur boltann fyrir og skotið og Aftureldingar leikmenn þarf að koma fyrir þetta og það er innkastið, vissi boltar aftur í innkastið og hvað gerir Þór? Þetta er skölda frá Rúnar, það er ekki, hann er að koma sér í þetta. Arnór Freyr, hvað gerir hann? Kemur boltanum á samherja sinn og beint út á kantinn hjá á Sindra Þór sem var ákveðin að færa upp kantinn á sér og Arnór Freyr með skotið og þetta er einfalt fyrir Trausta sem grípur vel inn í þetta og þar var að koma boltanum aftur inn og þá koma Afturelding og þeir eru búin að vera flottir í, þeir eru búin að vera frekar slopp í dag og þá spurning hvað kemur úr þessu. Það er 1-0 á Þóravöllum fyrir Ríkó og Njarðvík að vinna leikinn Reykjavík í gettóinu fyrir Breiðholtinu og boltinn er ekki nógu góður hjá
leikmenn í Keflavíkur þeir það eru 38 mínútur í klukkunni. Adam Árni er bæði með Keflavíkur og Mosfellingar eru hérna alls konar vandræðum að losa boltann í pressunni og flott tækling hjá Magnúsi Þór vinnur boltann vel tilbaka og kemur vekk fyrir afturhending leikmennirnir koma sér og þarna koma þær. Hvað gera þær núna? Reyna skot sem er bara fram hjá markinu og þetta er þetta er markspyrna frá markinu Sýrlandsins. En Keflavíkur eru með öllum völdvaðsvelli og gefa gestur sem svinga ekkert sérstaklega gestisliðir að framkvæmda þennan dag. En það er engin ástæða. Adolf fyrir loftið vinnur þennan bolta og boltinn er aftur en allt er ákvæmst. Það byrjar að blása fyrsta Keflavík. Annars er bara fín valla skiljiði og ekki við ekkert á það kemur hægt fyrir afturhendingum og þeir vinna boltan löglega þá og það gerir svona hálfbolti og allir bara kátt. Og Keflavík reynsa og gulltæki fyrir leikmenn að koma afturhendingum og Adam kom Freyr og setur þessi bomba á markinu sínu. Adam hægir nær boltann, það er mikil baráttu gegn afturhendingar og brýtur á honum klaufalega hjá Adam Ægi og afturhending á aukaspyrnu á átjónsölu staðtökum og þar fyrir markinu. Hvað gerir Kristján Atli Martinsson? Nei, Ásgeir Örn Arnórsson, hvað gerir hann? Hann kemur með góða bolta til teygin en æfingabolti fyrir Sindakistin. Sindakistin hefur verið og hann nær ekki varna boltanum lengur í Keflavíkur og Eysteinn er brjálaður á verða það. Og þeir koma hérna hver fínspilers fyrir benginu fyrir rappinu Sindakistin sem tekur boltann upp og hættar leiðin hjá hann. Og Sindri spyrnir frá markinu sínu og afturhending kannski nýta og verður þá Keflavík strax aftur völdum. Ísak Ólafur gerir mark Keflavík undir Steinar Odda, hann er ekki skott sem og kemur Rúnar Þór með sendinguna og þeir bjarga á línu, hann dæmir mark, Keflavík er komið í 3-0 fyrir Keflavík, þeir eru komið í 3-0 og er Adam Árni að fullkomna. Hann er kominn með þrennu hérna í fyrri hálfleik. 16 þrenna sumarsins kominn á svæðið. Á 44 mínútur á markamunum með Keflavík 3, afturhending 0 og Adam Árni með öll mörkin í kvöld. Hann er að sjá þetta sjálfur. Þvílíkur gæi þessi maður. Þvílíkur gæi. Minnir mig á sjálfa mig þegar ég var við fótboltavöld hérna í dag. Og hvað gerir afturhendingar með núna? Það er alltaf á móti. Adam Árni og allur pakkinn. Hvað gerir Adolf? Sendir það bara á leikmenn. Hvað gerir þetta? Það er reyna að brjóta, þeir eru ekki sáttir með framgang Keflavíkur og sendingin er í afturhendingar og þeir setja út á. Og þetta
Þetta var nú skelfilegt innkast. Sleggjur hjá Keflavík. Þeir ætla ekki að vera, þeir ætla ekki bara að vera á miðjunni. Þetta er svo vel. Og Adam Ægir, Erni Valgeir. Og þeir eru... Þarna var glannaleg tækling á Anton Freyr. Lætur þetta sko ekki á sig fá. Adolf. Og leikir Keflavíkur berjast hérna Rúnar Þór liggur hérna í grasinu og hann flautar til hálfleiks bara allt í góðina 3-0 fyrir Keflavík, Adam Árni með þrennu hendi bara boltanum í hann og láta hann hafa hann aftur geggjaði fyrir hann hérna baki og Rúnar Þór nú í lagi, hann sendi nú upp og rölti með risinu sem myndi björnsefa ég takk svo fram á sig sjáum síðan
Hvernig er hljóð núna? Herru, þetta er að byrja. Jæja, kæri áhorfendur. Við erum komin aftur hérna með seinni fyrir ykkur og staðið í Hjartåstad stadium. Sem hefur leiknið seinna er staðið Reykjavík 0, Njarðvík 2. Á Þróttarvelli er Þróttur 0 og Víkingur Ó 1. Og leikurinn er farin af stað aftur. Og Keflvíkingar hafa gert breytingar á liði. Ég sá eina breytingu á liði Keflavíkur og það er Davíð Snær sem hefur komið. Út af leiknum 4 Ísak Óli Ólafsson og inn kemur leikmaður númer 7 Davíð Snær Jóhannsson. Ísak Óli hefur verið eitthvað meiðst og Davíð Snær Jóhannsson, sonur Jóhanns Birnings Guðmundssonar, er kominn inn á. Og óskum Ísak Jóla góðs gengis, góðs bata, hvað sem er að hrjá kallinn. Og Keflavík er 3-0 yfir, þökk sé Adami, leikmanni framherji Keflavíkur sem hefur skorað 3 mörk og seinni hálfleikur byrjar á því að afturning á aukaspyrnu og hotspinnu minni og spurning hvað verður úr því og þeir vilja meina þetta að fara í hendina á honum en Guðmundur dómari lætur leikinn halda áfram og þeir eiga skotið rétt yfir mark og nú er spurning hvað verður. Ná afturringamenn eitthvað krafs í bakkan hérna og leikmenn Keflavíkur hafa haft toglur og haldar á þessum leik og Sindri Kristi með gott útspark og það er spurning hvað gerist núna og það sendir hann aftur á markvörðurinn og hann nær að leysa vel úr þessu og Adam Árni sem er glórhungraður í fleiri mörk, hann eltir þetta og afturhendingarnar koma hættunni frá en Sindri Þór nær boltanum og þeir ná að hreinsa aftur og Magnús Þór sem er komið fyrir labbandið í að Keflavík núna náði að skalla boltanum áfram en boltinn hefði farið aftur fyrir eftir mörgum og Trausti Sigurbjörnsson, markvörður Aftureldingar, hefur komið boltanum aftur leik. Á spurning hvað gestirnir okkar úr Mosókirkjunni er þeir mistu boltanum og þá hefst leik, kemur Davíð Snær og Keflvíkingar sparka boltanum út af. Þetta var ekki mjög klaufulegt af hálfu leikmanna Keflavíkur. Spurning hvað gerist. Afturhelding kemur hérna í sókn og þeir ná að tengja saman 2-3 sendingar, 4 af þessum töluborðum og það er farið að blása dálítið hraustlega hérna í Keflavík núna í sönni kef eins og við innfættið viljum kalla það og Keflvíkingar koma hérna. En þeir ná að stela boltanum, hvað gera það núna? Og þeir eru með skot og Sindri Kristi nær að hansa á knöttinn og þetta var ágætis sókn á gestunum okkar og Sindri reyna að róa, koma róan á mannskapinn og boltinn er kominn aftur í leik og hvað gerir Adam? Og þá kemur
Sindri Þór biður boltan og sendir hann og Davíð, hvað gerir Davíð? Hann rýkur í teginn og hann er að koma að Keflavík 4-0! Davíð Snær Jóhannsson er að koma að Keflavík 4-0 meina ég! Hvað er í óskopunum í gangi hérna? Keflavík 4, Afturelding 0! Þvílík sókn og Davíð sem rýkur inn í teginn og gjörsamlega smellir hann fram hjá honum Trausta Sigurðssyni sem kemur engum vörnum við. Virkilega vel gert á heimamönnum. 4-0 fyrir Keflavík. Mark Keflavíkur skorar leikmann nr. 7, Davíð Snær Jóhannsson. Magnað mark og Aftureldingamenn veit ekki hvort þeir að koma að fara. Þeir fara ekki hérna með 3 stig, það er alveg ljóst. Og þeir verða hvað gera núna? Afturelding. Þeir algjörlega heillum hornir hérna í þessum leik og Afturelding kannski á vel við. Og Davíð Snær Jóhannsson vildi joina partíi sem Adam Árni Róbertsson er múin að blást til. Og þeir heilsa boltanum í innkast. Og þeir taka innkastið og freista þess að reyna að bjarga andlitinu. Þetta lítur nú nokkuð þægilega út fyrir heimamenn sem hafa haft öll völd á völlunum hvað sem hægt er að líta yfir. En hvað gerir Adolf? Hann er reyna við boltan og kemur með leikmann Aftureldingar og innkast sem Keflvíkingar eiga hérna ofarlega á eigin vallahelmingi sem og kannski getur til að þetta hefur verið nokkuð áfallalaust þessi leikur gengið við sér. Og þeir tækla boltan hérna aftur fyrir og þeir reyna að stoppa í flóðuna sem er búin að eiga sig í staðinn. Það er bara allt hérna samkvæmt. Stöðunar eru ennþá alveg eins 1-0 fyrir Víkingi og 2-0 fyrir Njarðvík á útivelli. Það er nú byrjað að rigna hann í Keflavík. Og ágætis mæting hérna í Keflavík. Hvað gerir Aftureldingar núna? Þeir koma hérna en ná ekki valdi á boltanum og hann fer bara aftur fyrir endamark og Sindri Kristinn fær hérna er að fara að undirbúa sig til markspyrnu. Með Keflavík á toppnum í innkast þá er liðsmenn Þórs frá Akureyri. Þeir hafa verið góðir af þetta sumarkveður og það búist við að Keflvíkingar verði í toppbaráttu í innkast og spurning hvað þeir gera núna í sumar. Þeir hafa alltaf að byrja þetta mót af gríðarlegum krafti og það má segja Afturelding sem hefur unnið einn leik. Þeir unnið góða sigur á Leikni í síðustu umferð og hvað gerir Keflvíkingar núna? Þeir reyna og Trausti, hvað gerir núna? Þetta er ekki góð redding hjá honum og Keflvíkingar pressa út alla völl og þeir missa boltan út af leikmenn Aftureldingar. Þeir eru ekki sérstaklega mikið að tónum þessa upphafsmyndir í sinni hálfleiks. Og þeir náðu þetta boltan núna og vill, já, það er dæmt fyrir út. Rétt hjá dómaranum sem hefur haft mjög góð tök á þessum leik. Hvað
gerist núna. Þeir eru að byggja upp færi hérna og koma boltanum nokkuð klakklaust frá sér. Og mér sýnist Keflavík að vera að hlaðja aðra en nei, það er ekkert þannig. Og boltinn farinn í innkast af leikmönnum. Afturhendingar sparka boltanum í Keflavík og aftur fyrir. Nei, það er öfugt. Afturhendingar, menn misstu boltann aftur fyrir og Keflavík hótt sparka. Ég hef varla gleymt því að þeir skiptu varla helmingi í leik. Afturhendingarmenn koma hátt upp á völlinn til að reyna að freista þess að ná boltanum á Keflvíkum hátt uppi til að rjúka svo í þá og reyna að koma svo sem 1-2 mörkum til að reyna að ná inn mörkum hérna á Keflavík sem hefur haldið vel. Hvað gerist núna? Þeir eru hérna í áreindasókn og reyna að finna glufur en hún finnst alls ekki því Keflvíkingar eru mjög þéttir tilbaka og passa að ekkert gerist. En Afturhendingarmenn halda áfram að reyna að ná inn markið en það gerist ekki með svona spilumörkum í settingur. Og það sem að geta Keflvíkingar spila með vindinn í bakið og ætti að vera hægðarleikur fyrir Keflavík að koma boltanum í markið hjá þeim en það er ekki hægt að segja að þeir hafi verið eitthvað slakir í fyrri hálfleik. Þeir skoruðu 1-3 mörk. Þá koma Afturhendingarmenn leitinni teig og þeir eru með skot sem fer í varnarmann og aftur til Afturhendingar sem reyna að finna glufur en þessi bolti enda bara í Sindakristinni og þjálfarar Afturhendingar eru ánægðir með það sem við sjá sínum mönnum akkurat þessar myndirnar og Ondo með skallan sem fer beint í Adam Árna og hann ekki að hemja boltann og hann koma leikmenn Afturhendingar en Sindri Þór hreinsar og hann ekki alveg tökum á boltanum hann Dagur Ingi og þá koma leikmenn Afturhendingar líka og reyna að Ondo með bolta fyrir Afturhendingu. Hvað gerir hann? Þeir reyna að spila reyna að tengja saman einhverjar sendingar og komast upp hérna völlunum Keflavíkingar og sendingin náður boltanum og þeir missa boltanum og Keflavík reynglast. Hann rennur á blautum grasinu inn í Keflavík og þetta innkast var bara ekki nógu gott í Keflavík. Þeir missa boltan og þeir kasta boltanum bara eitthvert og hvað gerist núna? Þarna kemur boltinn bara af leikmenn Afturhendingar og aftur fyrir endamörk og Keflavíkingar eiga einn útspark. Þessi fyrir ára verið 10 mínútna gamall og hafa Keflavíkingar bara eins og fyrir ára haft bara algjör stjórn á vellinum á leiknum. Og hvað gerist núna? Þeir eru komnir. Hvað gerir Adam Árni? Hann með skot og trausti við frábærlega og skotið 5-0! Keflavík komin í 5-0! Magnuð! Sókn af Keflavíkum og Sindri Kristinn rýkur út úr markinu og hleypur yfir allan völlinn til að fagna með sínum mönnum. Þvílík frammistaða hjá þessum ungu Keflavíkum. Rúnar Þór Sigurðsson búinn að skora 3. leikinn í röð fyrir Keflavík. 5-0 fyrir Keflavík. Gersamlega mögnuð frammistaða hjá heimamönnum og þeir eru ekkert að slaka bensíngjöfinni þrátt við að vera 5-0 yfir núna. En Keflavíkingar eru bara með leikinn algjörlega í sínum höndum og
Hérna ættu þeir alls ekki tapa leiknum niður. Algjörlega frábært að Keflavík og það var Rúnar Þór Sigurgeirsson sem átti þetta mark fyrir Keflavík. Leggi það nafn á minnið. Og að fá afturrenningar aukaspyrnu. Og þeir eru eitthvað aftan í móinn og heimta spjald, en góður dómar þessa leiks hefur ekkert verið mikið að spjalda. Hvað gera núna? Og þeir skalla bolta bara í hornspyrnu. Og Keflvíkingar eru að reyna að gera breytingu svona liði og það er leikmann um 45, Tómas Óskarsson, sem býr sér undan að koma hér inn á og hvern taka þær út af. Hornspyrnu afturrenningar. Þeir eru með sendinguna fyrir og þeir skalla frá og Keflvíkingar hreinsa. Það er eitthvað að býta til hérna í Keflavík, en það er engin ástæða til. Hvað gerir það núna? Þeir eru komnir inn í aðra sókn og þeir brjóta, en þetta er lögleg tækling og Keflvíkingar ætla núna að reyna að skipta og dómarinn gefur heimild til skiptingar og það er Tómas Óskarsson, eins og ég sagði áðan, sem kemur inn á fyrir Keflavík og út af fyrir leikmann númer 11, Adam Ægir Pálsson, sem hefur bara átt prýðisleik og Keflvíkingar getur breytt á liðsinu út af það leikmann þeir hafa bara verið flottir í þessum leik og hann er bara að stela góðu dagsverki og Tómas Óskarsson kemur inn á og spurning hvað svip hann setur að þetta leik. Og þá er spurning hvað verður, en innkast Keflavíkur og þeir ná að halda boltanum vel inn innan liðs og þá kom afturrenning, þeir ná að stela boltanum og þetta er bara skjóta boltanum út á. Þetta er ekki vænlegt til árangurs fyrir gestina og þeir eru að gera miklu betur ef þeir ætla ekki að tapa þessu leik senna. Keflavík bara hérna í rólegheitunum með öll undirtök í leiknum og hvað gerist núna? Hann fellir tegnum og ekkert á þetta og bara aldrei vítaspyrna. Hvað gerist núna? Sindri Þór kemur boltanum á Davíð og þeir bara að vinna boltan af afturrenningarmenn og þá koma leikmenn afturrenningar með sendingu og þeir reyna að koma boltanum fyrir og þeir ná boltanum. Hvað gera núna? Og það er skot og beint í fangið á Kristni, Sindra Kristinn sem bara grípur þetta auðvitað. Þeir vinna boltan en það er aukaspyrna. Það er farið að votta fyrir pirring á leikmenn afturrenningar sem og hvað gerist núna? Þeir halda áfram að senda boltar sína á milli og reyna að finna eitthvað á opnanir og staðan hefur ekkert breyst á hinum vellinum og hvað gerist núna? Tómas Óskarsson fær boltann í sig og aftur og í innkast og afturrenningar leikmenn reyna að tefjast mikið að Keflavík hafi boltann eitthvað. Hvað gerist núna? Og sendingin kemur fyrir og þetta fer aftur fyrir mark og afturrenning fær hornspyrnu. Og
Barros leikmaður Keflavíkur að hita upp og fór eitthvað í boltann hjá leikmaðurlingu og það var ekkert viljandi gert hana. Skulum sjá hvað gerist núna og sendingin og þeir reyna eitthvað bara fram með Sindra og þeir láta sér detta í teiknum og reyna að fá ykkur á vítaspyrnu en það var aldrei ekki einu sinni í þessu lífi sem dómarinn var að fara að flauta vítaspyrnu þetta. Mér sýnist að þjálfara afturhendingar við reyna að fara að skiptingu hennar og það er spurning hvað verður núna. Það er leikmaður númer afturhendingar að gefa beiningu hérna sín liðið sínum verið hvað gerir Davíð Snær. Gefa boltanum á Adolf og hann með fyrirgjöf sem fer aftur fyrir, nei og hann kemur við fyrirgjöfun aftur og hvað gerist núna? Tómas Óskarsson, hvað er hann að gera? Kemur hann aftur fyrir og sendingin og þetta endar hjá Keflvíkingum aftur og hvað gerist núna? Tómas Óskarsson, hvað gerir hann? Sindri finnur aftur Tómas, hvað gerir Tómas og þetta fer í innkast sem Keflavík á algjörlega snilldar sending en hvað gerist núna og þeir fara í innkastið og það gerir Keflavíkur og bolti fyrir hérna sínum fyrir hendunarleik frá Afturhendingar en ekki dæmt og Keflavíkingar eru bara með algjöra stjórnarleiknum og boltið enda hjá Trausta. En Janko er ekkert eitthvað parhrifinn af, hann vildi fá eitthvað og Sindri kemur boltið bara út af og ekkert stress. En mér sýnist hann Róbert Orri Þorkelsson vera á leiðinni inn á fyrir Afturhendingu en þeir eiga innkast og þetta er bara ágætt. Þannig liggur Keflvíkingurinn eftir og Arndór biður hann afsökunar. Þá getur skiptingin hjá Afturhendingu komið. Mér sýnist hann Eldon Barros vera að gefa sig kláran til að koma inn á fyrir Keflavík. En leikmaður númer 11 hjá Afturhendingu, hann Róbert Orri Þorkelsson er hér að koma inn á fyrir leikmann númer 18 sem er Dójer Panik og Keflvíkingar eru að gefa skiptingu á sínu liði og Afturhending breytt á liði sínu og út af það leikmann númer 18 Dójer Panik og inn á kemur leikmann númer 11 Róbert Orri Þorkelsson. skiptum Keflavíkur bíða en Eldon Barros kom frá Haugum frá Keflavíkur fyrir þetta tímabil og er ætlað að veita ungum efnilegum leikmönnum Keflavíkur samkeppni sæti í liðinu. Keflvíkingar reyna að byggja upp sókn og virkilega vel gert hjá honum. Og þá kom maður inn í teginn og með skotið og það er varið að Trausta Sigurbjörnssyni, virkilega vel gert og Keflvíkingar í stúkunni bara virkilega ánægð með þetta. En Eldon Barros er Barros sem 31 í Keflavík og hann þarf að koma inn á næsta bolti fyrir út af reikna ég með. Hvað gerir Róbert? Það er Rúnar Þór en Keflvíkingar vissan út af og þá kemur skiptingin
Elton Barros kemur inn á og Adam og þrennu kallinn kemur út af Adam Árni Róbertsson. Adam Árni Róbertsson. Þá Keflvíkingar búnir með sína skiptingar og Leikmaður númer 31, Elton Renato. búinn að vera magnarinn í kvöld, hann Adam Árni. Þróttarar eru búin að jafna á Þróttararvelli. Haki Tómas og Adolf, hann kominn upp að endalínu, sendir hann á Tómas. Davíð Snær með sendinguna en það skallað frá og Rúnar Þór Sigurgeirsson. Hvað hann að gera? Og hann fær boltan aftur og Sindri Kristinn kemur boltanum bara ágætlega frá sér og leikmenn Aftureldingar að reyna að koma í veg fyrir að fleiri mörk komu í þennan leik. Hér bara ekkert að frétta og Aftureldingarmenn eru að reyna að koma sér í ykkur færi. Þarna aukaspyrna á Keflvíkinga sem fyrir bakhendingu og þeir ná sendingunni fyrir og Sindri Þór nær ekki að hreinsa en boltinn, hann kemur eitthvað við boltann og hvað gerist núna? Og það koma Keflvíkingar og þeir skýla bara boltanum aftur endamörk og koma hérna og það útsparka frá mark Keflavíkur sem þetta allt undir kontról. Og Keflvíkingar ná að hreinsa. Aftureldingar ná að hreinsa með mjög. Og Tómas Óskarsson fer bara allarleið sjálfur og kemur boltanum og það skot sem fer í leikmenn Aftureldingar og þeir ná að koma hættinu frá og hefja sókn. Það nú ágætis flæðið í síðana en Elton Barros að reyna að setja pressu en Aftureldingarmenn að gerist núna. Það nú frekar svona rólegt hérna yfir í síðana á nettovellinum þessu stundina og leikmenn Aftureldingar að reyna að finna leiðir að mark Keflavíkur en vörn Keflavíkur verður nú haldið þokkalega þessar Janko er eitthvað að reyna að aðstæða Keflavíkur, eitthvað að reyna að gefa leikmennum skipanir og
En þeir vinna hérna boltan, það er hérna Adolf og hann kemur boltanum og Keflvíkingar sparka honum bara út af og þá gerir liðsmenn afturningar skiptingu og út af kemur leikmann á 23. Afturhalding breyting á liðsinu, út af leikmann á 23, Andri Már Hermannsson. Og inn á kemur leikmann á 15, Skúli Kristjánsson. Vant að þeir ekki að það fyrir mig. Og aftur er leikmenn afturhaldingar reyna að koma hérna með háa fyrirgjöf og Sindri kýlir hann í burtu og þeir koma svo aftur í teginn, Sindri þá kallar hann í burtu og svo kemur boltan aftur og Sindri þó rumar þessu beint í burtu og þá koma leikmenn afturhaldingar en eru eitthvað hérna baksviðs og reyna að koma sér eins langt fram og þau geta en þessar athafnir þeirra eru bara drepnar í fæðingu. Þá koma afturhalding aftur. Við erum nú meira með boltann sýnist mér og sendingin er fyrir og Keflvíkingar koma hættinu frá í bil að minnsta kosti og þá koma þær aftur, sendingin út af kant, þeir kemur á kantinn og kemur boltanum út á miðju og skotið er langt framhjá og ógnar ekki Syndarkristinni. Lítur bara virkilega vel út hérna og kemur Adolf, Sindri, kemur boltanum á Davíð Snæ, hann finnur Elton Barros og kemur sendingin og hvað gera hann núna og kom boltanum í teig, kom aftur út á kant, sendingin í fyrir og Sindri nær ekki halda sig inn á og afturhending, það er marki afturhendingar og það lítur bara svona þokkalega vel sótt í Keflavík sem það er haldið boltan við sinns liðs og koma boltanum eins frá marki og hægt er. Og þá koma afturhending aftur í sitt hægu uppspil. Og hvað gerir Andó? Hann með sendinguna og hún fer bara beint út af á Eysir Húna, hann er nú ekki hluta leiknum og Sindri Þór Guðmundsson er ekkert að drífa sig í að ná í innkastið og ekkert stress á bænum. Og þá kemur Elton Barros, Davíð Snær en þeir vinna á hann boltanum, það er 2 leikmenn aftur til og svo er framherji afturhaldingar bara Klaufi og Keflvíkingar renna boltanum aftur á Syndarkristinn sem spyrnir frá marki og hvað gerir Keflvíkingar núna? Rúnar Þór, við sýnist að vera hann kemur boltanum og hvað gerist núna? Sendingin fyrir og þeir ná að bæja hættinu frá Augnablik en þeir eru nú með boltanum og reyna að fika sig framar á völlin en Keflvíkingar eru ekkert á þeim buxunum að hleypa þeim neitt og þeir eru að koma hérna hár bolti og þetta er bara skallaði burtu og Keflvíkingar ná að leysa allar varnarskyldur sína vel og hafa bara haft algjör yfirburði á þessu velli og þá hvað gerir Tómas? Hann kemur með sendingun á, ég sé ekki alveg, jú þetta er Davíð Snær sem leysir bara þokkalega við Rússu og Maggi kemur þessu bara
til hliðar og ekkert stress á þeim bænum og þeir eru bara og þarna kemur hann Anton Freyr og Keflvíkingar bara að reyna að mjaka sig hægt og rólega frá völlinu og reynir að verða. Hvað gerist núna? Alton er rangstæður. Þetta var hann rétt fyrir innan og hárrétt hjá aðstoðardómaranum sem hefur bara dómartríó hefur bara staðið sig virkilega vel í þessu leik og leyft leiknum vel að fljóta og allt í bara með setup hérna í Keflavík. Hvað gerist núna? Það er kortið til leiksloka og Víkingur Ó er komið yfir í Laugardalnum. Það er Harley Villard sem kom Víkingur Ó í 2-1 og Leiknismenn eru ennþá 2-0 undir á móti Njarðvík sem hefur nú byrjað þessa deild þokkalega og er á fara 6 stig og þarna er hann Adolf með skot sem fór í varnarmann, Tómas Óskarsson. Það kom kloppi á leikmenn Aftureldingar og Sindri Þór nær boltanum og kom upp með boltanum fyrir og Aftureldingarmenn með herkjum ná að hreinsa frá. Og vel gert hjá honum, hjá Adolf sem kemur boltanum með vindinum. En leikmenn Aftureldingar ná að róa þetta allt niður með sendingum og að koma leikmenn Keflavík Aftureldingar í sókn en enda bara eins og í kvöld hjá Sindra Kristni Ólafssyni sem hefur bara verið flottur með samkvæmna og hann er það yfirleitt. Þetta er bara stórkostlegt hjá Keflvíkingum hvernig þeir hafa bara þjarmað að gestum sínum og gefa engin grið til að gera nokkurn skapar hluti í. Keflvíkingar hafa bara reynað að loka þessum leik bara áfallalaust fyrir sig og engin ástæða til það, líka nóg eftir að leikja með þessi sumri og Keflvíkingar eru bara lítið að stressa sig þessa stundina. Og hvað gerist núna? Og hann fær hann aukaspyrnu á Sindra Þór meina ég. Og Guðmundur Ásalsson hefur nú bara haldið spjöldunum ofan í vasa. Guðmundur Ársæll Guðmundsson, dómari, hefur bara ekkert spjaldað einasta leikmanninn í dag og spurning hvort að það er nú liðlega 10 mínútur eftir þessum leik og það eru rúmar 10 mínútur eftir þessum leik og það er lítið að frétta hérna frá markinu með 5 Keflavík og þeir hafa ekkert verið að gefa neinn sérstök færi á sér og þeir hafa bara skilað sínum vel í hús og Skúli Eggert kemur boltana bara aftur á hann markvörður sinn í afturningu, hann er að trausta Sigurbjörn sinni og Trausti kom á Þrótti fyrir 1-2 árum, ég man það ekki. Hvað gerir Tómas núna? Hann er í kapphlaupi og heldur sinni, svarið er já og fyrirgjöfin fer beint í fang hjá Trausta. Og Keflvíkingar hafa bara verið að sigla 3 stigum nokkuð þægilega í hús. Og Afturelding sendir bolta bara út af og Keflvíkingar eiga boltan og
Það gerir Sindri Þór Guðmundsson. Og þá koma þær en Adolf vinur minn hefur nú hann rennur hérna, það er einhver slipp í tíunum og afturning vill fá boltan og þeir fá hann og þetta hefur farið að Keflvíkingi en það er ekki svona áfæra fallu fótboll þessi Sundina en og skotið er rétt framhjá hjá leikmönnum Aftureldingu. Þeir standa sig vel. Hafa náð að koma að skota á marki og þetta er svona með því skárra sem maður hefur séð frá þeim í þessum leik og þeir hafa nú oftar en ekki sýnt ágætis takta í þessum leik og það er nú spurning hvað gerist hjá þeim í þessu framhaldi. Enda nýliðar í þessari deild og þeir hafa eftir að hafa komið upp á annar deild en Keflavík kom úr Pepsi-deildinni í fyrra eftir frekar lélegt síðan sumar en það var líka bara liðið var líka byggt á ungum efnilegum heimamönnum sem hafa oftar en ekki komið margir frá þessum Bítlabæ og það er nú 4 mínútur eftir af venjulegum tíma í þessum leik og ég efast að dómarinn vilji kvelja Mosfellingu eitthvað með einhverjum svakalegum upptíma og þá gefur sendingi fyrir en þetta er bara beint í hann í leikmenn Keflavíkur og aft og í innkast og hvað gerist núna? Þeir reyna nú að finna þeir einhver svör við sterkum varnarleik heimamanna en Keflvíkingar komu sér frá en þeir ná boltanum aftur við miðlínu og hvað gerist núna en þeir tapa boltanum en vinna strax aftur og hafa verið að spila nokkuð þægilega upp en þetta er bara aftur fyrir endamörk og bara getum ekki sagt að það hefur verið eitthvað skemmtilegar 20 mínútur eða svo í þessum leik en þetta er ágætt. Og Sindri með útspark og það er og hvað gerist núna? Koma Keflvíkingar með 7. markið og það virðist eitthvað leikmennir bara að bíða eftir að dómarinn flauti þetta af. Sindri með fyrirgjöfu en þetta er bara skallað í burt af miðvörðum Mosfellinga og þeir vinna boltann vel gert og hvað gerir Jósef Davíð? Kemur boltanum á Tómas Óskarsson. Hann kemur með fyrirgjöfuna og þetta er hreinsað í burtu. Keflvíkingar ná boltanum. Hvað gerir það núna? Rúnar með sendinguna og Davíð fær boltan og gerir Magnús. Sendinguna Tómas sem við sendinguna og það gerist og þetta er rétt og hann brýtur á Trausta Sigurbjörnssyni markverði og vonum að sé allt í lagi með hann. Elton fer að biðja hann afsökunar á byltinu sem hann fekk og vonum að þetta sé nú bara allt í góðu lagi. Hann liggur að það í grasinu og súkur þar á afturningar. Nei, hann er í góðu lagi. Enda vaskur maður á ferð. Keflvíkingar hafa valið mann leiksins og fær hann Gabriel bláan máni fyrir 2 og út að borða Kevin Rastan. Adam Árni Róbersson sem skoraði fyrstu þrennu Keflavíks Keflavík í 6 ár. Heyrið það, kæra áhorfendur. Það er 6 ár síðan Keflavík gerði þrennu síðast og Adam Árni rauf þann múr í dag
Vel gert Adam Árni og njóttu vel. Og Magnús Þór að rífa sína menn áfram. Vel gert á Magnúsi. En Afturlendingamenn hafa nú verið að spila ágætlega síðustu 10 mínútur svo og eru líklega liðið en vindurinn sem er á móti þeim og Sindri Þór tekur innkast og alveg magnað að sjá heimamenn hvernig spiluðu hérna í kvöld og það er bara mikið framöndan hjá Keflvíkingum og bolti fyrir upp á þak á það sem við erum og spurning hvort að einhver skottiski upp á þakun á hjá. Það kemur Adolf en Sindri missir hann út á. Áhorfendafjöldi í dag 300 manns. 300 manns lögðu leysinni á nettovættinni í Keflavík og hvað gerist núna? En þeir ná að hreinsa boltann í burtu og Keflvíkingar bara krúsa inn Hvað gerist núna? Þetta er allra síðasti séns Afturlendinga til að skora eitthvað mark en hvað gerist núna? Þeir koma og það kominu tegin en þeir eru bara ekkert á þeim buxum að gefa eitthvað markan í dag. Og hvað gerist núna? Elton, hvað gerir hann? En Ondo skýlir boltanum og kemur og Trausta sem leysir vel úr málunum og kemur þessu frá og Afturlendingar leikmennirnir koma aftur. Ekkert í gangi hérna hjá Ég sé nú ekki upp tímann en það er spurning. Dómarinn hlýtur nú að fara að lina hvalinn gestana og að flauta þetta af. Keflavík vinnur 5-0 og það er Adam Árni með 3 mörk í fyrri hálfleik og Davíð Snær og Rúnar Þór Sigurgeirsson sem reka naglana og Keflavík vinnur hérna frábæra 5 sigur og virkilega frábær leikur hjá heimamönnum sem spiluðu bara áfangalaust og virkilega öfluga knattspyrnu oft á köflum og ég heiti Konráð Ólafur og ég ætla að þakka kærlega fyrir mig.